Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Það eru komnir til mín fulltrúar úr Háskólanum á Akureyri, þeir eru nemar þar og í nemendaráði, velkomin Sólveig og Jón. Takk. Takk fyrir. Þú ert formaður stúdendaráðsins eða stúdendafélagsins? Já, stúdendafélagsins og stúdendaráðsins. Já. Og þú ert fjármálastjóri? Já, passar. Er mikið af peningum að það? Já. Er þetta félagsgjöld sem að þið svona útdeilið þá einhvern veginn og raðið og... Já, niður á aðildafélögin, sko. Aðildafélögin, já. Sem eru hver? Þau eru 8 talsins. Já. Bara þá frá hinum deildunum, eða sérst ekki hinum, bara öllum deildum skólans. Já, þetta eru svona deildarfélög rauninni. Þannig eins og EYR er félag heilbrigðisnema. Já. Og svoleiðis, þannig þetta eru 8 félag sem Þannig þetta eru mörg lítil félag sem sameinast svo í stúdendafélaginu. Já, og eru svona bæði aðildafélögin eru svona hagsmunafélög og talsmenn nema inn á deildum. Þeir eiga til dæmis fulltrúa á deildarfundum og deildarráðsfundum og svona, þannig þeir hafa alveg geta haft ýmis áhrif á háskólasamfélagið og námið sitt með því. Og þú hefur setið svona fundi sem formaður, eða hvað? Já, marga. Og hefur komið einhverjum málum áleiðis svona sem að hafa brunnið á nemendum? Já, ég sitt líka í háskólaráði sem náttúrulega aðstæðar á háskólans, þannig að það eru, nemendur eiga sæti í öllum helstu nefndum og ráðum háskólans og stjóni til dæmis í jafnréttisráði. Þannig að nemendur eru mjög virkir í öllu háskólasamfélaginu. Já. Og hvað er það svona sem brennur helst á ykkur nemum svona, gagnvart ykkar námi? Er það mötuneytið eða aðgengismál eða hvað er það? Já, það er bara misjafnt hverju sinni, sko. Já. Lín hefur verið stórt mál núna. Auðvitað. Lánasjóðurinn. Lánasjóðurinn, þannig að það er alltaf þetta berist fyrir einhverju. Og svo bara eitthvað sem kemur upp á hverju sinni í okkar samfélagi sem við reynum að bregðast við og bæta og gera betur hverju sinni. Já. Og hvað er það nú svona, ef þið förum yfir svona hvað félagi gerir svona, hvað erum að vera? Hvernig er félagslífið? Félagslífið er mjög gott. Já, mjög gott. Við erum það eru svona nokkrir fastir viðburðir sem við stöndum fyrir að viðburðarnefndin okkar, við erum náttúrulega fyrst og fremst hagsmunafélag og svo erum við með viðburðarnefnd og aðildafélag sem sjáum þessi skemmtanamál. En við erum með fyrsti viðburður á haustin er sprellmótið. Já, Nýnema-dagarnir og Nýnema-jam síðan í ágúst og Er þetta svona einhver busavísla hálfgerð? Já, svona... Eða móttaka? Þetta er bara svona móttaka. Þetta er bara öll vikan fer í, þetta skiptist niður eftir nýnemar á hug- og félagsvísindasvið koma á mánudegi, svo koma miðvikudegi heilbrigðisvísinda, viðskipti og raunvísinda á fimmtudegi og svo allir saman á föstudegi. Og þetta er bara svona móttaka fyrir kynnti fyrir skólanum og við reynum að gera eitthvað skemmtilegt líka til að fólk kynnist og svoleiðis. Starta svolítið önninni. Bara svona hópefli fyrstu vikunni. Já, það er mjög skemmtilegt. Og svo er það eitthvað sprell, eitthvað leikar. Já, það er mjög skemmtilegt. Það er uppáhaldsviðburður allra, líka starfsmanna. Já, þá þeir að vera með. Þeir eru í dómarasætinu stundum. Við fáum alltaf starfsmenn til að vera dómarar fyrir okkur og þeir hafa verið mjög viljugir til að taka virkan þátt í því. Eru þið þá að keppa í einhverju? Já. Og deildin er svona að keppa sín á milli og mikill rígur oft og menn í glasi. Í hverju hafið þið verið að keppa svona, við fáum dæmi? Heyrðu, ég er til dæmis mjög góð í belghoppinu sem það heitir. Þetta er það svona belghoppi? Já, það er svona sjóbelg sko, það ert að hoppa svona braut og ert með sko bundi fyrir augun, sérðu ekki neitt. Og í ullarsokkum líka. Svona kengúruhopp einhvers konar, já. Það er mjög skemmtilegt. Svo er kappát og hæfileikakeppni líka. Og alls konar ásadans og eitthvað svona skemmtilegt. Fer fram svona eina kvöldstund eða eitthvað. Já, byrjar svona yfir daginn. Við hittumst alltaf á Ráðhústorginu, kannski svona 3-leytið eða eitthvað. Og þá er fólk að öskra og spralla og er í búningum og það er svona... Þar eru þið svolítið sýnileg þá fyrir bæjarbúa, en eru þið annars svolítið bara á ykkar háskólasvæði eða eru þið svolítið út í bæ? Við reynum nú alveg að láta sjá okkur út í bæ, og þú veist eins og við náttúrulega erum ekki, eins og það er próflokapartí hjá okkur núna í kvöld. Já, og það er á Pósthúsbarnum sem er svona okkar griðastaður fyrir svoleiðis skemmtanir. En við reynum að nota háskólann sjálfan sem mikið við getum. Það er alveg aðstæðan til fyrirmynda til að læra þar, þannig að við erum mikið þar og þú veist eins og við hefum verið að halda árshátíðina okkar síðustu 2 skipti í háskólanum. Það gengið mjög vel. Bara í stórum sal þar? Í hátíðasalnum, hann er glæsilegur. Hann er flottur, já. Og sko nú er Háskólinn á Akureyri með nám í boði sem er bara þar. Getum við aðeins farið yfir hvað er í boði? Af því þið viljið náttúrulega væntanlega fá bræka nýnema í haust og
reyna að lokka þá til ykkar? Að sjálfsögðu. Við erum með alla flóruna. Við erum með nám sem bara í boði við HA iðjuþjálfunarfræði, sjávarútvegsfræði, lögreglufræði og líftækni. Já, og fjölmiðlafræði til BA-gráðu og nútímafræði. Já. Svo erum við náttúrulega líka, Er eitthvað fleiri? Svo líka sem kennt annars staðar eins og hjúkrunarfræði, kennslufræði. Já, við viljum náttúrulega endilega fá fullt af nýjum í kennaranámi. Það náttúrulega aðsókn og aðgerðir stjórnvalda eru þannig við bindum vonum til þess að við fáum fullt af spræku fólki. Það ekki svolítið spennandi það sem að stjórnvöld eru að gera? Mjög. Er það alveg komið á hreint hvað það verður? Já. Segðu okkur. Það sem sagt verður þannig á lokaári sem sagt í meistaranáminu. Þá ferðu 1 ár í starfsnám, launað starfsnám í heilt ár og samhliða því skrifarðu ritgerð, bara lokaritgerð og það hægt að sækja styrk fyrir þessari ritgerð sem alveg sem að því að það reikna með að lágmarki 50% starfsnámi og styrkurinn á að brúa bilið þarna á milli. Þannig að þú sett komin í 100% laun, þannig? Já, í rauninni, já. Og ert þú ekki einmitt í meistaranámi, í kennslufræði? Jú, og ég að fara, ég fyrsti árgangur sem fer inn í þetta nýja kerfi. En spennandi. Þannig að þetta mjög spennandi, þannig að það verður komin svona reynsla á þetta. Þannig að þú ert þá að fara í hálft starfsnám á næsta ári í einhverjum skóla hér þá á Akureyri, eða hvað? Vonandi, þetta fer svolítið eftir í hvort þú fáir stöðu í starfsnámi eða ekki, en þá getur þú farið annars aðra leið, það eru svona krókaleiðir. Vá, þetta hrikalega spennandi. Og náttúrulega þá kannski eykst, það var nú mikil aðsókn í kennslufræðina fyrir það í Háskólanum á Akureyri í heild sinni held ég. Já. En þið haldið að hann geti tekið við fleirum. Já, við viljum, það var mjög mikil aðsókn í fyrra og við erum svona fyrstu tölur benda til þess að það sé alveg mjög góð aðsókn líka núna. Já, því að umsóknir, það er hægt að sækja um núna, það er byrjað. Já, stendur til 5. júní. Já. Og við hvetjum líka fólk til þess að skila inn, það er hægt að skila inn alls konar svona fylgigögnum, kynningabréfi og svona, þannig að við hvetjum fólk til þess að ef það virkilega vill koma til okkar, að vanda umsóknina, já, í rauninni, já. Kíkja bara á líka heimasíðuna og sjá hvað er í boði. Já. Þú ert í sjávarútvegsfræði, eða ekki? Hvað ertu að læra þar? Það er mjög svona þverfaglegt nám. Kemur inn á raunvísindi og viðskiptafræði líka og svona séráfangaðir svo fiskifræði og sjávarútveg. Er eitthvað svona frumkvöðla áfangi í þessari grein? Já, það er... Er ekki alltaf verið að finna upp okkur ný í sambandi við hafið og fiskinn? Það er núna bara, á Íslandi í dag er mikla tækni framfarir í sjávarútvegi og við erum bara fremst í heiminum. Það er bara... Magnað að taka þátt í því. Mjög áhugavert. Sérðu eitthvað fyrir þér hvar þú munt lenda? Hvað sérðu fyrir framtíðinni, þitt starf? Hefur einhverja hugmynd? Ekkert endilega sko, það er einhver svona sölu og markas líklegast. En ég er opinn fyrir öllu, þannig að þetta er svona... Og býður upp á marga möguleika. En þú ert aldrei á leiðinni einhvern veginn út á sjó bara? Nei, það er ekki þannig. Nei. Þetta er meira svona í landi. Já. Heyrðu, eitthvað að lokum því að tíminn er að hlaupa frá okkur. Bara hvetja þetta til að sækja um? Já, við hvetjum alltaf. Það er alveg þess virði að koma í Háskólann á Akureyri. Takk kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel. Takk fyrir.